Hey folks og velkomin í flæðiskerið með Rökkva og Jóa og Birni Thoroddsen, gítarsnilligi. Hann mættur. Já. Sælublæsaður og velkomin. Já, takk fyrir. Gaman að sjá þig. Já, takk fyrir og takk fyrir að hafa mig. Já, þú hefur oft verið kallaður bara mesti gítarleikari Íslands. Já. Já, takk fyrir það. Það er, það er ræðislega gaman að heyra það. Já, akkurat. Það eiginlega heyrir varla minnst á gítar á Íslandi að það er nafnið þitt byrjingustaf við, sko. Það er bara þannig. Þannig að, og þú ert nú búin að vera duglegur að gefa frá þér efni. Já, ég er búin að vera í þessu í mörg ár, það er því óneitanlegt og ég hef verið svona yfir mig kólan. En hérna, hvernig byrjar bara, við förum alveg tilbaka á byrjunina, hvernig færið fyrst áhuga á tónlist og gítarspili? Sko, þetta er náttúrulega, það byrjar í Hafnarfirði. Já. Og ég bara frá því að ég man eftir þessu augnabliki sem tónlist bara, ég var bara obsessed af tónlist, þá var ég alveg mjög ákveðin í hvað ég ætlaði að gera og ég var mjög einbeittur í þessu vilja sem ég ætlaði að verða gítarleikari og ég ætlaði að vera sólógítarleikari. Ég vissi raunverulega ekki hvað það þýddi að vera sólógítarleikari eða rytmagítarleikari en mér fannst þetta sólógítarleikari, það fannst mér fellega töff og það var bara. En þú hélst því, jafnvel, þú vissir ekki hvað það væri og komst bara að því og. Já, algjörlega, mér fannst það flottar heldur en að vera rytmagítarleikari. Já. Og vissi raunverulega ekki á munin og ég kunni ekki að spila þegar ég tók þessu ákvörðun. Það var engin gítar til á heimilinu eða nokkuð skapaðan hlut. Mér fannst þetta. Hvernig datt þetta í hug? Sástu eitthvað rosalega flottan gítarleikar að koma fram eða eitthvað svoleiðis? Já, ég heyri, þetta er svona, ég er 10 ára á þessum tímabili, sjónvarpið nýkomið, svart-hvítt, ég sé, bæði þá voru svona þætti með íslenskum hljómsveitum og ég sé, allt í einu finnst mér þetta flott, ég man eftir öllum hljómsveitum, Óðmenn, Náttúra, Trúbrot og svona stóru strákarnir kalla ég þessa stráka sko og ég svona fell fyrir þessu og það var svolítið athyglisvert að ég fell fyrir íslenskum hljóðfæraleikurum þegar þeir eru að spila útlensk lög, þegar þeir eru að spila kannski eitthvað með hljómsveitum sem heita Cream eða Jimi Hendrix eða eitthvað svoleiðis, þá fell ég fyrir hvernig þeir gerðu þetta. Já. Ég hafði ekkert, maður var svo vitlaus á þessum tíma og þetta er svo langt síðan að ég man eftir því að hafa ímyndað mér það að Bítlarnir ættu heima í Keflavík. Man eftir því því Rocky kemur frá Keflavík og þá hljóta Bítlarnir vera og þessi útastöð, fræga útastöð sem maður heyri talað útlensku allan daginn og spilu Bítlarlög. Ég man alltaf 6 ára. Já, þú hlustar á Kana-útvarpið og alltaf á Kana-útvarpið. Já, og það hluti Bítlarnir að koma. Já. Og ég man eftir þessari ferð til Keflavíkur einhverjum ástæðum með pappa, þá var ég 5 eða 6 ára 6 ára líklegast og förum í Keflavík og ég ver alltaf guðan á gluggana og aldrei sé ég þá John og Paul og þá og var óbúslega reiður þegar pappi sagði að þetta Bítlarnir ættu heim í útlöndum. Og varst alltaf að leita gangbrautinni fræg og hvort þið myndi vera labbandi yfir hana bara svona eins og albúminu. Akkurat. En ég hef heyrt þetta hjá sumum líka, svona, þeir voru krakkar af því það var alltaf sagt kannski á Rás 2 eitthvað og nú ætlum við að fá Bítlana til að spila fyrir okkur eitthvað svona. Þau heldur að Bítlarnir væru í hljóðverinu. Væru í útvarpinu, já. Og ég meina, fólk var kíkjandi bakvið útvarpið, hvar kemst við? Nei, ég meina, þetta er eðlilegt. Já. Það er bara eins og litlu krakkarnir, maður sér það þegar þeir eru að skoða ýmsa hluti. Þannig að þetta var ekkit, þetta var mín upplifun og já, ég fell algjörlega fyrir þessari tónlist og einhvern veginn þrjóskur er ég að þá bara byrja ég frá nákvæmlega þessum tíma 10 ára að vinna í þessu. Hvernig fékkstu fyrst gítar? Ég smíðaði mig fyrsta gítarinn sjálfur en er alveg glataði smiðu, það geta allir fullist það en viljum var svo mikill að ég bjó til úr einhverjum gamlum Crossfisplötum sem voru til heima og
hafði séð svona, ef við muni eftir leikaramyndunum sem var að býta og svona, þá sá maður myndir af Shadows og Beatlunum og svona, og þessum flottu gíturum. Ég hafði aldrei komist nálagt svona gítar. Nei. Þannig að ég bara reyni að búa til eitthvað svona sem eitthvað í líkingu við þetta. Og það gengur illa, en ég tjaslaði þessu saman og ég man alltaf að ég fór í músík og sport í Hafnarfirði og keyptist, að því það voru til strengir, gítarstrengir og þegar ég kom með 30 kallinn að þá kostaði pakkin af strengjum 35 kall, þannig að ég gæti bara keypt 4 en þannig að ég reddaði málinu til að hafa 6 strengi, þá reddaði ég málinu með því að hafa svona teygjur og það var svona gamla svona teygjur sem mamma notaði ábyggilega í nærbuxur eitthvað svona og setti, það var komin 6 strengir og svoleiðis byrjaði Hvernig hljómaði þetta skrimsli? Illa, hræðilega En áttu þetta þá? Nei, þá kemur þessi sam ég skammaðist mín svo óbáslega fyrir þetta og svo þegar einhverju kom að leika heim og ég átti að fara út og einhver kom inn þá var þetta alltaf sett undir rúmið og einhvern veginn bara ég vildi ekki sýna neinum Þetta var svona svo klamblöðin að maður bara faldi þau sko faldi þetta algjörlega sko og þannig að og það alveg glata að hafa hendur sig út af því að þetta hefði verið mjög, ég laði mikla vinn í þetta Þetta væri bara sko gripur til að setja popsafni sko. Sko, svo sannarlega og það væri klárlega einhverju safnið að selta á eBay fyrir alveg potið, sko, ég myndi gefa mikið fyrir þetta, eignast þetta í dag en ég hræddur að Gunnar Örn gítarsmiðum væri nú ekki ánægð með mig með þessa smíði Á þessum tíma það mjög dýrt að kaupa gítar og mamma og pappi kannski ekki endilega til í að kaupa eitt svoleiðis Já, nei, þeir voru allt og dýris og það var ekki fyrir 10 ára gaur sko, 11 ára og ég fekk minn fyrsta gítar sem sagt í fermingagjöf þá fekk ég og þá fórum við hérna niður í Vestuver hljóðfæraverslun Guðrúnar Helgadóttur hérna og þar var svona tékknesku gítar með stálstrengjum og það var svolítið athyglisvert þegar ég fekk hann að þá var ég ekkert að fíla hann ég fílaði bara gamla gítarinn sko, rustgítar út af því að þar var ég búin að ná einhverju sko ég kunni ekkert að spila, það ekki það en ég var búin að ná einhverjum svona nokkrum stefum á einn og einn streng þannig að ég var ekkert að það var keypt einhver gítarbók sem vissi ekki hvernig þetta snúaði eða nokkuð skapaðan En ef þú hefði gefist upp á þessum 4 árum sem líða frá 10 ára til fermi cirka ef þú hefði gefist upp á gamla gítartum þá hefði náttúrulega aldrei fengið þennan og það er hægt að kvapum að þið langaði að verða rockstjarna eða gítarleikari eitthvað sliðis þá hefði þetta bara verið búið þá hefði þetta líklegast verið búið þannig að þú tókst það bara á þrjóskunni í rauninni algjörlega og sko viljinn var svo einbeittur hann var sko ég var svo ákveðin í að gera þetta var bara mér fannst þetta er bara eins og sumir vilja vera boksarar sumir vilja vera lögfræðingar læknari eða vilja bara vera eitthvað og þetta bara og það hefur aldrei og ég er eins í dag þetta er jafn spennandi í dag finnst mér sko sýnir bara ásturina fyrir þessari list sko. Já, hún er mikil sko Það er bara mikil heppn að þú hafðir hæfileika í þetta því að þú kannst ekki vita það þegar þú byrjaðir í rauninni að þú bara færið einhverja svona flugu og verður alveg heltekinn af þessu bara heppn að þú skildir vera í alveg músikalska akkurat, algjörlega meira fyrir þessu og það á oft hefur þessi spurning líka vaknað hjá mér á þessu ferli öllu, ég meina þetta er orðið langt ferli að ég hafa haft miklar efasemdir sjálfa mig, ég meina hvað er ég þú veist ég á ekki að vera að gera þetta En ég held að að þeir eru komin hingað frá sko byrjun og það til dagsins í dag, þá skulum við heyra lag sem er eitt af nýjasta frá þér og bara nýjasta efnið og við skulum heyra hvernig tónlistin hefur þróast nú gegnum árin. Við skulum heyra bara og lega fólki að heyra svona aðeins tóndæmi af nýjum diski, safndiski og þetta er lagi á Sprengisandi. Já, þetta er sem sagt Gítar Íslandsjó, hljómsveit sem ég og Gunnar Þórðarsson og Jón Rapsson stofnum fyrir 20 árum, næri 20 árum sem var tríó og spilum íslensk þjóðlög og svo endaði með því að við urðum frekar svona hipp og cool og ferðuðumst út allan heim og spilum út allt áttum nokkrar gullplötur sem
þykir einstæmi með svona instrumental músík Nákvæmlega. og já, við komum saman og tókum þetta lag upp daginn, þetta sem sagt gamla Sigvalda Kaldalóns lagið á Sprengisandi. Við slum heyra það bara hérna. Já, á Sprengisandi, við skelltum okkur þangað, Rökkvi og Jói. Björn Thoroddsen, hann var nú að spila hérna í þessu lagi ásamt vinum sínum, Jóni Rafnsinni og Gunnari Þórðar. Akkurat. Og þetta band hefur gert góða lukku. Já, þetta langlíft band. Það starfa svona með hléum reyndar. En við komum alltaf annars lagi saman og svona, þetta svona sömu klubbur og svo eru menn að gera hinn á þessa hluti í Það er bara næsta ári, 20 ára. Já, verður 2018. Á ekki fara að skella í afmælisplötu? Já, jú, það er aldrei að vita. Já. Það er, you never know. Það kemur í ljós. En ég er svolítið forvitin hvernig þetta þróaðist áfram hjá þér, að þú ert komið fyrir þinn fyrsta alvöru gítar og svona og þá er þetta væntanlega lítið allir á þetta sem bara þetta er áhugamálaðans eða eitthvað svona og kannski, þú veist, fæstir að hugsa að þú verðir atvinnu maður í þessu af því að það eru kannski svo fáir sem að verða það og margir kannski hugsandi sko, já, að fá þér alvöru vinnu hvernig þróast þetta svo að byrjar þá að vinna eitthvað og ert alltaf að gítrast meðfram og nær svo að í rauninni svona smeyja þér inn í að verða atvinnmaður með tímanum? Já, sko, þetta heldur þannig að ég kom með gítar og kom með bók, mann eftir bókinu og allt og ég byrjaði svona að bauka, að reyna að fikra mig áfram og bara eftir þeim leiðum sem ég hafði, hlusta á útvarpi og reyna að muna eftir hvernig lagi hljómaði og svona og þá stungu foreldrar mínir upp á því að ég færi að lærða á gítar því það er svona, þú veist að læra á gítar hjá kennara og það jankaði ég samt svona efins ég var svona efins og það gekk ekkit vel ég var ekkit að ganga neitt vel ég var ekkit sammála því það sem var verið að reyna að kenna ég var náttúrulega kennsla í þá daga var myndi ég segja allt öðruvísi en hún er í dag og ég var ekki tilbúin að taka hann inn tilsögnum þannig að þetta gekk ekki vel en ég fer að hitta stráka í götunni sem ég átti heimi og þar byrjar hins vegar lærdómurinn allt sem þeir gera þeir kunni eitthvað, það fer bara beinti hérna inn og svoleiðis læri og ég held ég sé sko frekar snöggur þarna á þessum tíma allt í orðin bara rólfæra á gítarn bara á örskömmum tíma og leita, ég man eftir sko, ég bjóð þarna rétt hjá Flensborg sem er gagnfræðaskóli í Hafnarfirði ég man eftir að hafa farið það voru kallaðar dansæfingar böll sem krakkandi fóru og þá fóru þessar hljómsveitir, íslensku hljómsveitir man eftir þeim öllum, Bendix trúbrot, ég veit ekki hvað ævintýr og svona, ég hekk það fyrir utan og var að hlusta í nepjunu oft og svo stökk ég heim og tekka á hvort ég get ekki pikkað þannig að þessi kennsla hefur verið einhvern veginn alltaf först skorðuð fyrir þig og of svona mikið að tyggja ofan þig kannski og þú ert líklega meira svona náungi sem að lærir meira svona dýnamist að bara sjálfur að taka eftir frekar en að láta segja þér fyrir verkum þú er eins og svampur meira algjörlega það er algjörlega rétt En fórstu ykkur tíðan í tónlistarskóla? Fá ég? Já, svo setna sko þegar ég er orðin eldri og svona, maður er náttúrulega svolítið vitlaus á þessum ára 14-15 ára svo stopna ég, svo hefur ég alltaf mikla þörf fyrir að búa til eitthvað og svona, þannig að ég var byrjaði strax að stofna hljómsveit og halda kvikmyndasýningar og svona og stofna hljómsveit náttúrulega í götunni og sem gengur fínt og allt í góðu svo svona þegar ég verð aðeins eldri, þegar ég er orðin kannski 16-17 þá völdu náttúrulega foreldrar mín að ég fara að læra eitthvað nú verður bráðum að manni og ég verður að fara að hugsa en ég hugsaði aldrei neitt það ég var svo vissum eða ég var svo ákveðin og hafði engar áhyggjur hvort ég þyrfti að sjá fyrir mér eða nokkuð skapað ég ætlaði bara að gera þetta kostur við að vera ungur þetta er mjög mikið kostur þú ert ekki byrjað að hugsa raunhæft og þá bara til ég að taka sénsar algjörlega og ég var lengi ég var alveg 19 ára þegar þú veist ég ætlaði ekkert að flytja heiman það var ekkert farast neða mér eða neitt svoleiðis þá er ég ákveðin ég ætla að fara til Ameríku
að læra á gítar í Ameríku sem var fáheyrt þá, algjörlega fáheyrt og ég bara, það bítæmi fyrir á ameríska bókasafni, fyrir á ameríska sendir og að fá upplýsingar þetta og allt svona og ég tek svona inntökupróf gegnum kassettu og fer inn í þennan frábæra skóla sem heitir Guitar Institute of Technology sem í Kaliforníu og það er bara svona hippasti skólinn á þessum tíma. Þarna eru allar þarna hitti ég Van Halen, þarna hitti ég alla stórstjörnur sem voru að verða stórstjörnur og ég kem á þessum tíma sem algjör mikið að gerast í músík í Ameríku á þessum tíma og skólinn í Hollywood, miðri Hollywood Boulevard, þú veist, allt á fullu og þarna gaurinn á Hálskotinu, þarna hann kominn í skólan og þið getið ímyndað ykkur, þú veist, þarna svampurinn kominn og drekkur þetta allt beint í æð Þú ert lentur í suðupotti málanna algjörlega og eftir þetta þá kemur það náttúrulega þarna þegar ég kom heim þá gæti ég sanna það að ég ætlaði að vinna við þetta og the rest is history nei, svo bara gengur þetta bara svo ég man að svo eftir það fór ég að spila í hljómsveit Björgvins Halldórssonar og fór að spila með bara öllum hérna á Íslandi og var mikið í jazz tónlistinni og bara gekk alveg ótrúlega vel, gerði mína fyrstu plötu sem gekk mjög vel og síðan hefur þetta bara gengið bara mjög vel Já, það hefur svolítið verið í öllu af því að þú ert eiginlega aldrei kenndur vinna hljómsveit þannig séð. Nei. Það bara talað um þig sem gítarleikara og það kannski tónleikar það bara, þú veist, Björn Thoresen akkurat. Og einmitt, ég hef alltaf verið samt með mína svona eigin hljómsveit. Ég hef alltaf verið sólóst, í stundi kem ég einn fram. Svona og stundum ég með hljómsveit, stundum ég tríó, stundum erum við tveir en það svona undir mínu nafni og Þú verður svona, eða þú ert einn þá ertu svona instrumental troubadour eiginlega Já, svona instrumental og svo, ég syng líka 1 eða 2 lög, sko, þú veist, bara til að Rífstemningu Já, rífstemning eða draga hana niður Þannig að maður gerir ýmislegt og og þetta svona að því við erum að tala um stand-up og þá það svona, mér finnst tónlist og ekki að ég sé neitt í líkingu við stand-up eða neitt svoleiðis, en mér finnst allt svona húmor í sambandi við allt þetta. Ég hef aldrei kunnað að taka mig alvarlega og geri það alls ekki og mér finnst allt svona að maður verður að halda húmornum í sambandi við allt klúður út af því að maður alltaf að klúra hlutunum alltaf þegar maður á sviði, þá gerir maður alltaf ykkur af vitleysu og ég það hluti, ég reyna að hafa mína tónleika mjög létta, ég tek þeim ekki alvarlega. Nei. En það oft líka eins og með trúbadóra, þeir verða oft miklu skemmtilegri ef að þeir kannski aðeins svona tala á milli og segja frá söguna baku löginni eða eitthvað svona eða samhenginu og svoleiðis að þá færðu eitthvað svona heildarmynd, þegar neður bara spila og þegja Akkurat, gera þetta svona skemmtilega þannig að þó að sé kannski ekki eins og uppistand þá það svona alveg viss framkoma og framsetning og segja söguna, akkurat og reyna kannski að sjá einhverja svona spaugilega hlýðar á málunum út af því að þetta svona nákvæmlega létta, ég held að fólk vilji láta og mér líður líka betur ef maður nær krist út einhvern smá hlátur, þú veist, þá finnst mér einhvern veginn, þeir eru með mér, sko mér finnst þetta brjóta litla í sig, sko ef allir eru þögglir þá var ég hræddur bara því ég er lítill maður í mér en þá kannski fá að heyra eitt lag viðbót á þessari plötu og það lagið Góða veislu gjöra skal þetta er bara fyrsta lagið sem við tókum upp fyrir nærri því 20 árum ég og Gunni Þórðar og Jón Ramsson við stökkum þarna alveg yfir í fortíðina þarna bara beint í fortíðina skulum heyra lagið Krummi sá í Klettagjá Björn Thoresen Góða veislu gera skal Já, fyrir ekki
En bara að því þetta er svo léttu þáttur hjá okkur, ég er nú ekki mikið að leiðra þetta sko. Nei, nákvæmlega, það er fínt að leiðra þetta, ég var að horfa hérna hvað lag við ætlum að heyra næst nefnilega. Við erum að kalla þetta Tórarensin og hérna rangnefna lögin þín og eitthvað svona. Nei, þetta er bara, svona á þetta þú veist ekki búin að strunns út ennþá. Nei, við líðum vel í svona spjalli sem allir hérna, við erum bara á sama level hérna og hérna, þægilegt bara. Já. Það ég held að það sé snildin við oft í svona samræðu þætti sko að það að viðmælandun líði vel. Það held ég sé snild sko stjórnandans, ef honum tekst að láta viðmælandun líða vel, þá hann búin að skora nokkuð stig. Það er lykilatriði. Ég held að það sé lykilatriði. Já, það er málið sko. Já, þú náttúrulega vilt fá viðmælandan fram í viðmælandan, þú vilt ekki fá einhverja grímu þar sem að hann eitthvað að, þú veist, þylja upp staðreyndir af því að þú yfirheyrir hann. Það er náttúrulega ekki góð tækni. Þá færðu bara í kastljósið eitthvað svoleiðis. Já, og svo eru svona leiðilegustu útvarpsviðtöl allra tíma er bara svona, jæja, nú ætlum við að fá þennan mann og hann er gítarleikari og er ekki gaman að vera gítarleikari og þú ert með tónleika á 50-daginn og við kveðjum. Þú veist, eitthvað svona, þetta er augljóslega bara til þess að, þú veist, auglýsa tónleikana sem eru á 50-daginn eða eitthvað. Akkurat. Rosa leiðileg viðtöl, svoleiðis. Já, alveg sammála. En þessi diskur, þetta eru þjóðlög náttúrulega. Já. Og þarna eru nú lög sem að ég kannast reyndar ekki við. Þannig að Sæll Jesús sæti. Já, þetta, hvað er það? Við fórum hérna á svona, við fórum og að, þegar við gerðum þessa plötu þá fórum rannsökuðum við svona íslensk þjóðlög og vorum að reyna að leita einhverju sem ekki hafði áður verið leikið inn. Og þarna til dæmis eitt íslensk þjóðlag sem heitir Sæll Jesús sæti og þetta hérna, nafnið á þessu lagi kemur aðalega út af textanum, þá var þetta oft svona tengt kirkjunni og tengt sálmum og svona, en við hins vegar spilum þetta instrumental og það hefnaðist bara mjög skemmtilega sko, en bara nafnið á laginu er náttúrulega ákveðið. Það segir, já, það er athyglisvert. Skemmtilegt og svo er annað hérna, Kindur jarma í kofunum. Já, það er þekkt lag hins vegar. Já. Það er þekkt á svona þjóðlögum. Ég reyndar ekki heita, en flest öll kannast ég við. Flestin, já. Það er sannlega bara ekki orða vegi mínum og svo Guð gaf mér eyra, það veit náttúrulega flest hvað það er. Já. En þetta er mjög skemmtilegt. Svo er ég líka með hérna, eins og Ólafur Liljurós og svo leiðis. Það þekkjum við líka. Já. Þetta er mjög veglega diskur sínum mér. Já, þetta er skemmt. Ég held að við höfum hitt svolítið naglan þegar við byrjum á þessu að þannig þá líka við yfirleitt hafðu íslensku þjóðlegum verið spilu svona drungaleg svolítið sko og því að bara arfleiðin er svolítið drungalegt, móðuharðindin og svona erfiðleikar og svona. Allir lifandi myrkri í moldarkofum. Akkurat, ekki þetta ramagn. Þið setjið svona í þetta gleði og ljós sko. Já, og léttleiki og smá sving. Já. Sem var alveg örugglega ekki á þessum tíma. Nei, alveg pottet ekki. Það var ekki múin að uppgöta svingi. En já, það var okkar hugmynd að létta þetta og það gekk eftir. Platan er búin að fara út allan heim. Já, þetta er alveg mögnu saga. Og þið ætlaði áfram að halda þessum stíl ykkar sem þið eru í það ekki? Jú, við ætlum og svona hljómsveitin er náttúrulega ekki mikið að spila en við komum saman eins og ég sagði annars lagið og það sér ekkit fyrir endan á því. Nei. Þannig að þetta er alltaf til þessi hljómsveit en við erum náttúrulega að starfa í mjög misum, Gunn er að gera sitt og ég er náttúrulega að gera mitt og Jón sitt og allir að gera eitthvað. Jón Rafnsson, í hvaða hljómsveitum er hann? Hann starfa mikið við kennslu orðið. Já. Kennar á bassa. Já, hann er bassakennari, eða svona þess. Já. Það veitir nú flesti hvað Gunnar Þórðarsson er að gera. Já, hann er. Það er svona kannski, hann er alltaf einhvern veginn, er alltaf í forgrunnum einhver staðar. Algjörlega. Það er svoleiðis. En við ætlum að fara í auglýsingar og heyra kannski eitt lag undan auglýsingum og svo eitt eftir auglýsingarna. Þannig að við ætlum að byrja á því að heyra Krummisvæði Klettagjá sem ég kynnti nú hérna áðan, afkynnti lagið þarna áðan, en svo ætlum við að heyra kannski Vísur Vatnsendarósu eftir auglýsingarnar. Þannig að við ætlum að heyra lagið Krummisvæði Klettagjá fyrst. Vísur Vatnsendarósu, Björn Thoroddsen, gestur okkar hér í Flæðiskýrin út uppi sög, Jóhann Kristjánsson heiti ég og Rökkur Vésteinsson með mér að vanda. En gítarsnillingurinn, eins og ég sagði, Björn Sitvar, hann er hérna hjá okkur og við erum að spila svona lög eftir hann og tríóiðra, strákana hérna, Gítarist Landsjó og þetta var af nýjum diskera sem heitir Þjóðlög. Já, þetta er svona bara samansapdiskur af ferlinum. Já.
ásamt einu nýju lagi. Og eftir að heyra hérna, er þetta ekki sóló? Jú, þetta er plata sem og það var svolítið skemmtilegt, það tengist kannski þessari sögu sem við vorum að tala þegar ég fór þarna út til ég fór að læra út til Hollywood, Los Angeles, þá er einn af svona snillingun, ég ekki tala gítarsnillinga, sem er ekki að kenna, þannig heldur svona fyrirlesar og kemur stundum að því að hann var stór stjarna. Sá gaur heitir Robin Ford. Já. Hann var svona í guðatölu hjá manni á þessum tíma, hann hafði spilað með hérna George Harrison og var svona í blues kreðsunni þarna í Los Angeles og var að spila alltaf með þessum bestu, maður fór að klúbba þarna á stundum á kvöldinu og fór að hlusta á þennan gaur. Svo líða bara 30 ár og þá er ég bara komin í hljómsveit og er að spila með Robin Ford og hann pródúsera þessa plötu sem við ætlum að hlusta núna á og semur helminginn á lögunum og hann gefur hann út í Ameríku og síðan hef ég verið að spila með honum og við erum bara bestu vinnir. Það hlýtur að vera ákveðin draumur þegar þú einhvern veginn koma fram með þessum sem eru hetjunænar þegar þú ert ungur. Já, það er alveg ótrúlega og ég ætla að segja það og skrifa að það er ef maður er nógu þrjóskur og nógu ákveðin í að gera einhverja hluti að þá kemst þú klárar mál. Ég held maður þurr samt að hafa við líka í eitthvað svona. Það er svo margir að keppa það hjálpar til ábyggilega. Mér finnst það svolítið svona ofnotað nú vil ég ekki eitthvað rífast við þig, mér finnst það svolítið ofnotað, það er alltaf sagt hafði bara trú á sjálfum þér og eitthvað svona og þú veist, og mér finnst svona fólk þarf líka að vera raunsætt. Jú, ég einmitt en sagan er skemmtileg. Já, ég hef ekkert tala um þetta áður að það er alltaf þegar það tekjum viðtöl við þá sem að hafa náð langt, þú veist, einhvern veginn svo Michael Jordan eða Tiger Woods eða eitthvað svoleiðis að það er alltaf sagt svona, hvað var það sem að fleittir áfram og þeir sögðu bara já, þú veist, ég var alltaf jákvæður, hafði trú á sjálf mér og gafst ekki upp, en ég meina þeir hafðu líka ógeðslega mikla hæfi líka. Þannig að það er allir bara, já, ég ætla að vera þrjóskur, ég ætla ekki að gefast upp og ég ætla að trú á sjálf mér og bara svona, já, en þú ert ekki Michael Jordan, sko. Það er heila. Jú, þetta er alveg rétt. Já, ekki spanna allir þess að vitlýsinga upp í að ætla að vera stjörnur. Það er ekki vinnu, mentið ykkur krakkar. Það er mjög gott. Maður ætti eiginlega frekar að segja kannski að það hjálpar til að vera þrjóskur. En það er samt satt að það er margir sem að halda líka mitt, ég er með þetta, ég er náttúrulegur, ég er natural, ég þarf ekki að leggja mig fram, ég þarf ekki að vera þrjóskur. Og það er eitthvað leiðilegasta fólk sem þú hittir í bransanum veist mér. Óþolandi liði sko. Ætlar ekki að gera neitt og ætlar bara að verða frægt og eitthvað svona, þetta er náttúrulega út. Ég hef upplifað þetta, ég bara á þessu tíð minni og að þá hef ég hitt svo mikið af aðalega mönnum, kallmönnum og líka stelpum sem hafa þessa óbóðslegu hæfileika og þá hef ég oft viðurkenna bara, hef ég efast sjálf mig og þú veist, hvort ég ætti nokkuð erindi í þetta, þú veist, og hefur bara verið erfiðir tímar og hérna, en þá svo maður bara átta sig einhvern veginn á því að það þarf svo margt að vera leikari, vera hljóðfaraleikari og vera bara í myndlistarmaður og vera í bara hverju sem svo margt, það er ekki nóg að hafa þessa tónlistarhæfileika og þú veist að hafa marga tónlistarhæfileika, þú veist að heyra vel, þú veist að hafa góðan ritma, þú þarft að vera kunna mannleg samskipti, þú þarft að vera næs, það er gjörsamlega í dag þýðir ekkert að vera, maður segir bara asshole í það bara gengur ekki það gekk einu sinni og það er til svona einstaka sem að komast áfram þannig en það er undantekning, það er algjörar undantekningar og þeir eru að hata þér einstinni sko. Það vill enginn vinna með þér og þetta fólk það tala þér illa og það gerir kannski það vinnur kannski með þér eftir neyðist til þess en ég samla því að ef þú móðgar alla og þú ert með einhverjum svona stjörnustæla ég er svo hæfileikar ykkur, ég þarf ekki að æfa mig sjáðu hann æfir svo mikið, meiri auðlin er hann, ég þarf það ekki þú ert með þetta, þá náttúrulega hata þig allir sko. Hvort sem þetta er satt eða ekki sko. Það skiptir máli hvernig fólk kemur fram. Ég held á, það finnst mér það frábæra eiginlega við þennan nýja bransa, það unga fólki í dag að það er ég upplifið að fella næs bara skemmtilegt og gott fólk þegar ég alast upp í bransanum að þá er ekki það er svona
það erfiðara við erum náttúrulega færri þá en það alveg maður fékk stundum að heyra hluti sko. Í dag myndi ég aldrei að hella mér yfir einhvern bara, það væri það besta sem maður gerði út af því að það hjálpar engum. Var mikið svona verið að rakka bara niður og þú spilar dömulega og þú maður gekk alveg að heyra hluti sko, en maður var ekki talningum í upptökum að þá, þú veist það því að öll umgjörð og öll stemning skila sér í tónlistinni sko. Akkurat, og þú þarft að vera það má ekki gera það stressan því þá færðu, ég búin að læra sem pródúsent að það að fá hljóðfæraleikaran eða söngvaran ef hún líður rosalega vel í stúdíónu þá fæ ég mest út úr honum ekki að gera hann stressan og láta honum verða illa við mig eða líða illa eitthvað slúst, þá fæ ég ekkert út úr honum. Akkurat. Eða leikaranum, þú veist, láta leikaranum líða vel, þá leikur hann alveg frábærlega. En þessi diskur, þú kannski segja ykkur aðeins betur frá honum á eftir, en við viljum að heyra lagið Few Words. Já. Og eitthvað sem þú vilt segja um þetta lag? Já, það er í kvikmynd sem hefur núna verið að sýna hérna á Íslandi, sem kvikmynd sem vekja mikla athygli út allan heim, búin að vinna til held ég 5 verðlauna á allskyns hátíðum og fer í sýningar í Ameríku núna held ég í haust og að verið að sýna núna í Smárabíónum og hérna Háskólabíói sem heitir Rökkur og rift á útlensku og hún mjög spennandi, ég hvet alla til að tekka þessar mynda því þetta frábær svona sálfræðið thriller sem heita lagið Few Words. Já, þetta var lagið Few Words. Þetta er söngkona. Hver er þessi söngkona? Þessi söngkona heiti Mackenzie Wasner og hún ættu frá Nashville og hún syngur á þessar plötu og hún aðalega þekktust fyrir að hún var í American Idol fyrir nokkrum árum, hún mjög ung, ég held að hún sé 21 á sig 22 og sko það sem sagt Robin Ford sem stjórnar algjörlega þessar upptöku á þessari plötu og velur listamenn sem eru bæði í hljómsveitinni og hérna og sem sjá söngin og ég bara spila þetta með og sem reyndar lagið og Ellingur, sonur minn, semur þennan texta og það verður þannig til að hann er líka leikstjóri þessara myndar sem hérna magnað sem Rökkur þannig að þetta allt mjög tengt sko. Þetta mjög tengt. Ég held alltaf að ég sjá í nafni mitt þegar ég sé þessa mynd og svo bara, nei, ég ekkert frægur, þetta bara bíómynd. Þetta mjög nálægt þetta skemmtileg tenging á eitthvað nöfnum Rökkur og Rökkvi. Hér lagsvöldum heyri lokin en áður við spilum það þá ætlum ég að spyrja þig hvað getur fólk nálgast tónlistina þeirna þar að segja eða langar að kaupa þér tónlist? Já, sko, til dæmis eins og þennan disk að þá hann til á svona flestum svona veitum CD Baby og Amazon held ég alveg örugglega. Hann það nýkomin út í Bandaríkjunum að hann ekki til sölu beint hérna í verslunum hérna, plötuverslunum en hérna Gítar Íslands diskurinn, nýji sapdiskurinn hann til sölu, hann komin á svona flestar betri eins og var alltaf sagt, betri hérna plötubúðir í Reykjavík og út á landi held ég alveg örugglega. Já, veit. Og þannig að það þetta svo má bara senda mér fyrirspurn á Facebook til dæmis bara. Þetta svona diskar sem að fást svona bensínstöðinni svona. Já. Í ferðalagið. Ég held að hérna diskurinn hérna Gítar Íslands ætti að vera til á einhverju svoleiðis stöðum. Ég held ég að ég mitt séð svoleiðis disk bara ekki löngu síðan. Já. Veit nú ekki hvaða disk það var hins vegar. Nei. En einhver disk með ykkur. Með okkur, já. Það er bara jákvætt. Já, mjög. Og ég hveti alltaf til þess að kynna sér þessa tónlist. Hún er stórkostleg og mjög góð til þess að bara eða þú út að keyra og kemur þetta bara betra skap og allir í bílnum, klappa. Samt að hafa hendurnar á stýri. Já, algjörlega bílstjórinn alltaf með hendurnar á stýrinu. En við ætlum að þakka að kella fyrir komuna hér í dag. Björn Thoroddsen, gítarleikari, flæðiskerið
og endarinn niður og ætlum að enda þetta á laginu það heitir Black Frost Tango já. Og þetta er svo Björnsi Tór og félagar og við ætlum að kveðja Rökkur Vistursson, Jón Kristinsson, Björn Þorvaldsson næstu viku sjáumst næstu viku, verið sæl